Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og umsjónamaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Gestur þáttarins í dag Stefania Sigurdís Jóhannudóttir. Hún útskrifaðist úr MA vorið 2019 og hefur á undanförnu 1,5 ári lagt nótt við dag að safna peningum í 3 vinnum og fyrirlestrum jafnréttismál. Vertu velkomin, Stefania. Takk fyrir. Þú settir þig í samband við okkur og sagðir frá því sem þú ert að gera. Stutta útgáfan að þú hefur frá útskrift unnið mjög hart að því að safna þér upp töluvert miklum peningum. Hvers vegna ertu að þessu? Ég hef náttúrulega bara mikið sem ég þarf að safna fyrir, eins og háskóla og öðru. En ástæðan fyrir því ég hafði samband við ykkur að út af því að núna á seinustu mánuðum hef ég mikið verið að fræða mig fjárfestingar og bara peningamál yfir höfuð. Út af því að ég lærði ekkert þetta í menntaskóla og hef ekkert lært þetta frá neinum nema sjálfri mér. Og leið og ég byrja að tala peninga og tala fjárfestingar þá fæ ég ekkert vola jákvæð viðbrögð frá fólki. Okay. Mér finnst þetta aldrei tabú mál til þess að tala yfir höfuð og sérstaklega þegar það kemur frá nýútskrifaðri menntaskólastelpu. Og mér langar rosa mikið að bara vekja athygli á því að það geta allir vita mikið peninga og það er rosa mikilvægt á okkar aldrei að gera okkur grein fyrir því að peningar eru ekki bara peningar eru frelsi og þú getur gert rosa mikið með það. Já. Það er áhugavert að heyra það að það sé einhvern veginn það að stelpa sig að spá í peningum sé eitthvað svona ekstra tabú. Þetta er rosalega leiðilt að heyra þetta. Já, ég er rosalega mikil feminist og hef verið að halda svona jafnréttisfyrirlestra og með mjög svona sterk kynjagleru á mér. Þannig ég kannski tek mér eftir þessu heldur en aðrir. En ég held að sé bara sérstaklega þegar maður er ungur en ég veit nokkra strákar sem eru að þessu líka og mér finnst það oft vera að horta á sig meira töff eins og þeir viti meira hvað þeir eru að gera heldur en ég. En það er allan að mín upplifun. Já, það er ótrúlega sérstakt. Og hvaðan kemur þessi mikli áhugi á fjármálum? Er mikið talað peninga á heimili foreldræðina eða hafa peninga svona leikið stórt hlutverk í þínu og ykkar lífi? Þú býrð það með á foreldrum, eða ekki? Jú, ég er nýflutt heim aftur áramótin og sko heima höfum við alltaf að tala peninga og ég og mamma vorum 1-2 saman alltaf þangað til ég var í 8. bekk í grunnskóla og hún hefur bara verið einstæð móðir með mig og þegar hún var í háskóla þá var hún með lítið barn, var í vinnu, var í háskóla, fullu námi og átti stundum bara erfitt með greiðslur og matarinnkaup seinustu daga mánaðarins. En núna erum við komin á frábæran stað og við eigum ekkert erfitt með peninga en við erum mjög opin heima og við tölum hvað hlutirnir kosta og hvernig lán virka og svona. Og heldur þetta sé ástæðan fyrir því að þú ert á þeim stað sem þú ert í dag að vinna mjög mikið, safna mjög mikið og pæla mjög mikið í þessum hlutum? Já, út af því að mér langar aldrei að vera í neinu veseni. Mér langar ekki að peningar stjórni lífi mínu og ég veit að eru margir sem að vil ekki tala peninga, vil ekki hugsa mikið þetta en þú átti ekkert efni á því að sleppa því ef þú átt í veseni með það því að það kostar eiginlega allt í lífinu til þess að lifa og mér langar mikið að fræða mig þetta svo ég geti verið á þeim stað að ég þurfi ekkert að pæla mikið í þessu en maður þarf alltaf fyrst að byrja að læra, byrja að pæla til þess að geta endað því að þurfa þess ekki. Þannig þú ert í leita þessu sem svo margir tala þessu fjárhagslegu sjálfstæði og þú byrjar að því mjög snemma. Já, og mér finnst mjög mikilvægt að allir viti hvað það er mikilvægt að byrja snemma því að þú byrjar á til dæmis fertugsaldri að safna fyrir ellilífeyri eða safna fyrir einhverju ákveðnu þá tekur það miklu lengri tíma fyrir þig heldur en fyrir mannesku á 20 ára aldrinum því að ég hef til dæmis miklu meiri tíma að safna fyrir ellilífeyri heldur en 40 ára einstaklingur. Það hef ég 20 ár við hann. Akkurat, og þá getur við einmitt struktúrir eða haft þínar fjárfestingar öðruvísi. Þú getur hugsanlega tekið meiri áhættur framan af. Ég get tekið miklu meiri áhættur og bara svona fundi út úr þessu miklu meira og fengi að taka mistök og lært af þeim. Manstu hvenær þessi áhugi kviknaði? Var eitthvað svona aha moment þar sem þú bara svona, heyrðu, þetta er það sem ég vil verða góð í fyrir einhvern ákveðin tímapunkt? Ég hef alltaf haft mjög mikinn áhuga á því að eiga mikinn
að eiga mikið pening en eins og bara svona flestir út af maður vill vera að ferðast, maður vill ekki vera með neina áhyggjur en eftir að ég var búin að vera að vinna í ákveðin tíma og safna þá fór ég að hugsa þennan alla þessar upphæðir sem ég var að safna inn á bankabók og hvað ég væri að fara að gera við þær hvort það væri bara að fara að hverfa eftir nokkur ári eða hvort ég gæti einhvern veginn fundið leið til þess að láta peningin vinna fyrir mig með einhvers konar fjárfestingum. Þá fór ég að skoða íbúðakaup, ég fór að skoða hlutabréf og alls konar, bara alla þessa markaði, hvað hægt er að gera. Og ég er farin að leika mér ansi mikið með það að vera að fjárfesta í hlutabréfum og alls konar og mér finnst það ótrúlega skemmtilegt. Þetta magnað. En þú lagði líka mjög, eins og ég sagði hérna áðan, þú lagði töluvert á þig til að koma þér upp þessum forða. Þú varst 3 vinnur og varst hérna með einhverja svona auka búgreinar. Já, ég veit ekki hversu lengi en ég hef verið að fylgja svona alls konar accountum á Instagram peninga og hvað það er mikilvægt að vera með svona side hustle og eitthvað svona. Og á tímapunkti seinasta vetur þá var ég að vinna 100% vinnu á einum stað, 20% á öðrum. Var að þjálfa spunaliðið í Emma og var með mína fyrirlestra í öllum grunnskólanum á Akureyri og hef farið nokkru sinnum í þó nokkra grunnskóla. Þannig að já, ég náði að safna mér upp. Umtalsverðum fjárhæðum? Já, ég fór líka á vertíð á Eskifjörð. Á sjó? Ég var í frystihúsi í úrtímslu og var þar í 3 mánuði. Okay. 12 tíma vaktir, 6 dagar í röð, 3 dagar frí, nætur og dagvaktir. Það var rosaleg vinna. En það var ég lærði ótrúlega mikið og mér fannst það mjög skemmtilegt. Þú leggur sannarlega hart að þér, það er nokkuð ljóst. Ég fór á sama stað og verti á Bubbi Mortens. Ok, í ísbjörnin þá eða? Nei, kannski ekki. Finnst þér þú vera að færa fórnir eða er þetta bara verkefni? Þú veist, hvernig líður þér þegar þú ert að gera þetta? Ert að neita þér mikið af hlutum sem annað fólk á þínum aldrei er að gera og þú veist, horfa vinnið þínir á því bara hérna, hvað er að þér eða vá, þetta er aðdánavert. Nei, alls ekki. Ég er að lifa lífinu jafn mikið og ég kaupi mér svipaða hluti en þetta allt snýst það bara að vera sniðugur, hvernig þú ert að fara með peningana þína og þú veist, ég er ekkert, ég tók reyndar á því í ágúst að ég ætla ekki að kaupa mér ný föt á árinu út af því að ég er líka farin að hugsa mikið umhverfið, náttúruna og jörðina. Og að kaupa notuð föt er náttúrulega miklu betra fyrir umhverfið og peningaveskið og alls konar svona hluti sem þú notar oft einnota en þú getur keypt fjölnota svona versionið af því. Ég er búin að vera að fjárfesta í þannig hlutum bara til þess að geta nota þá oft. Akkurat. Þannig já. Aðeins aftur að móðurðinni. Þú sagði mér frá því þegar ég heyrði þér einn daginn að hún hafi verið au pair í Austurríki, ég vona í Vínarborg af því ég var þar sjálfur og ég skil vel að fólk vilji vera þar áfram og hún einmitt ætlaði sér að vera áfram í Vín en hún gat það ekki. Nei. Út af peningum. Já, út af því að hún var með lán á Íslandi sem hún þurfti að vinna á Íslandi og borga fyrir. Já. Og hún hefur rosa mikið verið að stemplað inn í hausinn á mér að það sé best að koma skuldlaust út í háskóla svo ég sé frjáls að fara hvert sem og gera hvað sem ég vil eftir háskóla. Þannig að það er í rauninni markmið mitt. Ég komi með nóg til þess að geta gengið gegnum háskóla, allavega grunnnám, án þess að taka lán. Og ég er mjög stolt af því og ég held að það sé bara mjög mikilvægt í rauninni. Þetta er einmitt eitthvað sem að viðmælendum mínir hafa sagt í fyrri þáttum, það er forðastu lán eins og þú getur, en það er þetta tvennt kannski eina sem að þú svona með góðri samvisku getur tekið lán fyrir, það er annars vegar námið þitt og hins vegar húsnæðið þitt, en þú ert eiginlega á þeirri skoðun að þú vilji gera hvorugt, eða hvað? Á þessum tímapunkti? Núna þá er ég á þeirri skoðun að vilja ekki taka lán fyrir hvorugu, en ég veit að ég mun einhver tíma vilja kaupa mér húsnæði og ég vil núna til dæmis vera að safna fyrir því að þegar að svo stund rennur upp þá get ég keypt það húsnæði sem ég vil kaupa, þannig að ég er að leggja fyrir því og það sama stendur með lán, þú átt ekkert alltaf kannski að vera að pæla í að spara sem mestan pening heldur líka að vera sniðugur og ég er mikið að pæla í námslánum út af því að þau eru orðin 30% styrkur. Akkurat. Þannig að ég er að pæla hvort ég ætti að taka námslán til þess að fá þennan 30% styrk og vera þá bara örugg að geta borgað upp lánið hægt og rólega.
þannig að þetta ekkert kannski alltaf að sleppa við lánin heldur að vera líka bara sniður og vita hvað þú ert að gera, vita áhætturnar og vita svona. Ef þú átt Excel-skjal sem að útskýrir þetta, þá mættir þú endilega deilaði með mér að því ég myndi vera að skoða þetta líka á hvað tímapunkti maður er að borga inn á námslánum sínu og eitthvað svo leiðis. Og þetta er höfuðverkur að finna út úr þessu. Þetta er það og allt þetta út, ég er alls ekkert menntuð í neinum svona peningamálum og ég kann ekki fínu orðin, ég veit hvað þetta allt heitir eins og bara verðbólga og allt þetta, en maður þarf líka átt að segja á því að taka alls konar nám á Íslandi er ekki eins og að taka nám í útlöndum með lán og þú veist, íbúðalán hér eru dálítið flókin og þau geta hækka verulega ef það kemur eitthvað upp eins og hrun og maður þarf að passa sig á því hvort maður sé tilbúin í það allt saman. Þannig að sérstaklega út og það er orðið mjög mikið trend á mínum aldri að allir sé að kaupa sér íbúð, að það sé besta fjárfestingin, en maður þarf að finna út úr því bara hvað er besta fjárfestingin fyrir þig persónulega. Og fyrir mig núna þá er íbúðakaup alls ekki sniðugt því ég veit ekkert hvar ég vil vera og það er erfitt að eiga íbúð og þurfa að sjá hana ef ég ætla að leigja hann út ef ég bý bara einhvers staðar á Svíþjóð eða á Kanarí eða eitthvað. Og þú sér fyrir þér að fara til útlanda á næstu árum eða? Já, leið að COVID er búið, þá er ég farin. Já, sko. Ok. Hvert ætlarðu? Ég stefna á háskólanám í Svíþjóð, þá BA-gráði í mannréttindum og fara síðan í áframhaldandi nám í master annarkvort í Peace and Conflict Studies, sem ég veit ekki hvað er á íslensku. Átaka og friðarfræði, getur það verið? Mjög, já. Ég held ég þekki einhverja sem aðerum með þannig gráður. Já, og síðan er ég líka mjög hrifin af kynjafræði. Þannig að ég stefna á að vinna hjá Sameinuðu þjóðunum held ég. Já. En já, bara gera eitthvað svona skemmtilegt þegar kemur á mannréttindum. Já. Og þú eins og þú segir, þú ert ekki eldast við peninga til þess að eiga rosalega mikið af peningum, heldur til þess að geta leyft þér hluti. Já, ég horfi algjörlega á peninga bara sem frelsi og ég vil lifa lífinu þannig ég get gert það sem ég vil gera án þess að þurfa að hafa áhyggjur og að ég geti farið út að borða, hort á matseðilinn og valið mér það sem mig langar að borða út frá því hvað er á seðlinum en ekki verðmiðanum og bara þessi þægindi. Ég vil ekki vera að eyða alltaf miklum tíma í að safna inn fullt af peningum því að ég vil ná að lifa lífinu. Og það er mjög erfitt að gera það að þú ert með fullt af peninga vandræðum. Akkurat. Þegar þú horfir tilbaka, það er stutt síðan þú varst í framhaldsskóla og ekki það langt síðan þú varst í grunnskóla. Þú talar að þú hefur ekki fengið fræðslu peninga þar, svona sem neinu nemur. Ef þú bara hefðir pennan eða lyklaborðið og getur bara ákveðið, heyrðu, þetta er það sem við ætlum að fara með inn í grunnskóla eða framhaldsskóla og kenna. Hvað heldur að væri svona til að setja þig put you on the spot eins og maður segir á mjög vondri íslensku. Hvað hefðir þú vilja vita fyrr? Ég svona hálfpartinn veit það ekki. Nei. En ég hefði frekar út af því að við fengum alls konar fyrirlestra lán og alls konar en það var á svo flóknu tungumáli fyrir grunnskóla eða framhaldsskóla nemenda maður skildi ekki alveg hvað var á bak við orðin og hvað þetta allt snerist Okay. Og mér finnst mjög mikilvægt að við fræðum bara krakka að peningar, umræðum peningar er ekki tabú og að peningamál þurfa ekki að vera erfið. Nei. Og bara gera sér grein fyrir því hvað þú getur gert með peninga og hvernig þetta allt virkar í svona einföldu máli. Ekki þegar við tölum einhverja vísitölu og verðbréf og einhver svona erfi íslensk orð sem mér dettur ekki einu snið. Nei, akkurat. Þannig að út af þegar við fengum bara einhverja fyrirlestra einhver lán og námslán eru góð og bílalán eru mjög slæm og það var svona það sem stimplaðist inn í hausinn á manni en ég man ekki neitt sem var sagt í rauninni á fyrirlestrinum. Nei. Ertu á þeim stað að vinnið þínir og jáfnvel fjölskylda leita til þín með pælingar peninga? Kannski vinkonur eru eitthvað svona að pæla þær spyrja af hverju ég er að þessu hvort þetta sé sniðugt fyrir þær líka. Já. Og ég veit af áhættunni, mér finnst fjölskyldan mín vera mjög mikið að minna mig á áhættuna alltaf slæma. Já. En ég er bara þannig þegar kemur að öll í lífinu að mér langar að horfa á það jákvæða. Ég tek mjög meðvitaðar ákvarðanir þegar kemur að fjárfestingum í hlutabréfum og öðru. Ég veit að ég get tapað hlutunum en ég veit líka að ég get bætt á þá og þegar að hlutabréfum mín fara upp eða annað þá vil ég fagna litlu sigrunum en ekki bara segja að já, kannski fer þetta aftur niður. Þannig að
fjölskyldan minn er dálítið mikið í því að minna mig á það, en við svona, ég og stjúpabbi minn erum í þessu saman. Já, akkurat. Og við leitum til hvers annars, en það eru kannski vinkonurnar sem eru að koma meira til mín núna, en enginn í fjölskyldinni. Ekki en þá? Nei. Gætu gert það eftir þetta? Nei, kannski. Og þú talar stjúpabbaðin, eru þið svona teimi í fjárfestingum? Við erum dálítið svona fjárfestingateimi, já. Við erum rosa mikið að pæla í þessu og hvernig þetta allt virkar og fræða okkur saman og deila upplýsingum. Og það er svona áhugavert til þess að hugsa og það talað að þú getur skuldabréfa hlutfall örugra fjárfestinga á að vera sama á lífalduriðin. Já. Þannig að ef þú ert 20 eða 21 árs þá ættir að vera með 20 eða 21% í bara algjörlega örugum fjárfestingum af því það getur bröðið til begge vona. Hlutir geta á vondum tíma lækka mjög mikið. Nákvæmlega. Þetta er þumalputtaregla og ekki til að lifa eftir bókstaflega, en eru svona hlutir að ég gerir ráð þegar stjúpappiðin sitt aldrei eldri en þú, að það er svona verði því séu kannski horfa eins og sikkura hlutina á þessum tímapunkti. Já, því að hann er náttúrulega á fertugsaldri, þannig að hann þarf að horfa á peningana öðruvís heldur en ég, því ég er miklu meiri tíma til þess að gera mistök og leika mér aðeins með þetta. En við höfum verið að skoða út af því að það eru alls konar uppskriftir og alls konar reglur og eitthvað sem þú átt ekki að gera, eitthvað sem þú átt að gera, en maður þarf rosa mikið bara að fylgja innsæinu. Þú veist, ég vil ekki vera að fjárfesta í hlutum sem fólk segir mér að fjárfesta í. Nei. Ég vil frekar fjárfesta í fyrirtækjum sem að ég hef trú á að fari aldrei á hausinn, séu kannski bara hægt og rólega að byggja sig upp. En auðvitað er líka gaman að taka svona alls konar áhættur inn á milli. Já. En já, eins og fyrir mig, ég er miklu meira svona að leika mér meira á meðan hann er dálítið svona Excel-skjalið að passa upp á allt og allar þessar reglur 50, 20, 30 eða eitthvað svona. Þannig að já, þetta er svona, mér finnst það bara mjög gaman. Já. Við leikum okkur að þessu saman. Þetta er skemmtilegt svona sameiginlegt fjölskylduhobby. Já. Og hvar, þú talar að þú hafi hlustað á podcast og eitthvað svo leiðis, hvar sækir þér fræðslu einna helst peninga og hvernig greinur á milli það sem er gott og það sem er ekki gott að þínum mati? Hvar sérðu hver er að bulla og hver er svona virðast hafa eitthvað að segja að viti? Ég hef verið að fylgja alls konar podcastum á Spotify, bara erlendum svona peningapodcastum og ég rauninni sé bara manneskjuna sem er að tala. Ég reyna að leita mér upplýsingar af því hver hann er og hvað hann hefur gert eða hún. Og ég rauninni get ekki sagt hvað er rétt og hvað er rangt því að þetta er svo persónubundið. En svona þumalputtareglan sem að ég hef lært, svona hvað þá mest, er að þú átt alltaf að fylgja maganum og innsæinu. Þú veist, það var einhver strákur sem var með podcast átt og var að tala hann hafi fjárfest í Bitcoin þegar það var tiltölulega nýtt og hann setti ótrúlega mikið pening í það og seldi það í rauninni bara deginum eða viku áður hann hækkaði upp og bara margfaldaðist. En hann er bara ánægður að hafa gert það því að hann gat ekki sofið á næturnar yfir þessu öllu saman því að hann var svo hræddur að missa það allt. Maður þarf rosa mikið bara að fylgja sér, vita hvað þú getur tapað, hverju þú getur tapað og hverju ekki. Ég er ekki að setja inn pening sem að ég á ekki efni á að missa. Nei, einmitt. Þannig að það er svona það sem að ég fylgi mest. Ég held að þetta sé eitthvað sem að rosalega margir stranda á. Bara þessi ótti að get ekki bara farið inn á netbankan og séð, já, hér eru peningarnir sem ég á og þeir eru ekki að fara neitt. En ef þú setur peningana inn í einhverjar fjárfestingar sem getur bröðið til begge vona, að þá missir fólk bara svefni við því. Einmitt. Hvernig ertu bara svona köld eða hvað? Nei, ég bara hef sett í fyrirtæki, ég er ekki í neinu mínus núna þannig ég getur ekki sagt að ef ég væri bullandi mínus hvernig mér myndi líða því það hefur ekki gerst. Nei. En ég hef bara svo mikla trú á fyrirtækjanum sem að ég er að fjárfesta í og þeim sjóðum sem ég er að fjárfesta í að þeist sama þóttir fara eitthvað niður, ég veit þeir fara alltaf upp aftur og það er bara með allar fjárfestingar og sérstaklega í svona hlutabréfum eða sjóðum, þetta er alltaf upp og niður en máli er þetta fer samt alltaf upp aftur og þótt þetta fara eitthvað smá niður þá er þetta kannski jafn mikið niður og þannig að þú ert að horfa löngu ég er að horfa löngu myndina já. Þannig að ég er í rauninni að setja inn pening í þeirri vona ég get tekið hann aftur út eftir nokkur ár og keypt mér íbúð
með þeirri upphæð sem að ég hef safnað saman. Hvernig ertu að dreifa þessu? Ertu aðalega bara að kaupa, pikka út tiltekin hlutabréf, tiltekin fyrirtæki eða ertu með þetta í sjóðum? Já, núna í 2 sjóðum og 2 fyrirtækjum. Og ég að plana að fjárfesta í fleiri hlutabréfum út af því að ég hef ekki mikla trú á sjóðum einmitt núna. Okay. Hvernig Ísland núna, en þú veist, ég dálítið hrifin af því hvernig bandaríski markaðurinn fer eftir að Biden tekur við á svona, þannig ég núna mest að fylgjast með og gera mig tilbúna til þess að fjárfesta þegar ég treysti mér í það. Já. Það annað sem að og þú kemur inn á það hérna, það eru bæði Georg og Kolbeinn hafa talað að setja peninga til útlanda, fjárfesta erlendis. Er þetta eitthvað sem að þú ert að skoða? Já, alveg klárlega. En þú ert ekki með neitt Jú, já. Akkurat núna ertu með peninga erlendis líka? Já, ég á þú veist í einu fyrirtæki. Já. En það mjög stórt fyrirtæki og ég hef fulla trú á því. Þannig að, og ég að skoða fleiri og það eru til svo margar síður og alls konar hvort maður vilja vera að kaupa hlutabréfin gegnum banka eða nota einhverja svona leifðarsíður. Þannig að ég einmitt að fikra mig áfram með því hvaða leiðir ég vil fara í áframhaldandi kaupum. Ég ekki alveg búin að ákveða mig. Nei, þú náðan tíma? Já, rétt. Seturðu svona fastar upphæðir í þetta eða ertu bara, eða leggur þú til hliðar ákveðna peninga í hlutabréfakaup á mánuði eða stekkur þú bara þegar þú sérð tækifærið? Ég set saman ákveðna upphæð í bankareikning og síðan, ég ekkert að skipta þessu mánaðarlega, ég ekki ennþá komin á það, en ég veit að ég vil gera það í framtíðinni. En núna ég bara svona að fikra mig áfram í því, ég með ákveðna upphæð inni og hvernig ég vil skipta henni í hvaða hlutabréf fyrir hvaða tíma. Þannig að, já. Það ótrúlega heillandi að heyra þetta. Þú talar þetta af svo miklu öryggi einhvern veginn. Þetta virðist vera þér svo náttúrulegt. Já, mér finnst þú alveg að fyndi hvað ég hef komið langt með þetta og því ég ekki búin að vera fræðum þetta í svona langan tíma. Nei. En ég byrjaði á vertíð að vera fræðið mig sérstaklega mikið allt þetta og ég náttúrulega bara 12 tímum á dag og ég hlusta á alls konar myndbönd og podcast þetta, þannig að ég frekar örugg í því sem ég að segja og ég líka frekar bara svona létt á tánum getur maður kannski sagt. Já. Ég ekkert að stressa mér yfir hlutunum út af því ég get ekki verið að gera neitt út af COVID, þannig að ég bara svona reyna að safna saman. Það mjög gott. Ertu enn í 3 vinnum? Nei, ég atvinnulaus. Þú ert atvinnulaus núna? Ég var náttúrulega bjó í Reykjavík í haust og hætti í vinnunum minni þar, flutti hinga heim aftur út af því að ég vildi ekki vera að leigja lengur. Nei. Ég náttúrulega flutti suður og helgina sem ég flutti suður þá var tilkynnt hertari reglur og svona út af COVID. Bara í vor þá eða? Já, þannig að allt sem ég ætlaði mér að gera í Reykjavík í rauninni bannað að gera. Þannig að ég ákvað að flytja aftur heim, reyna bara að safna pening og bara núna að leita að vinnu. Já, ok. Það verður eitthvað verið að skoða bara í fjárfestingasjóðina eða hvort þeir vilja ráða þig? Það var reynda skemmtilegt, en ég held ég sé ekki alveg með CV-ið upp á það. Nei. En ég salla róli og það líka einmitt það að út af því ég búin að vera svo duglega að spara, ég þarf ekkert að stressa mig á því að finna vinnu út af því að ég með pening til þess að falla aftur á. Þegar þú varst í svona mikil vinnu, þá gerir ég ráð fyrir að þú verið bara unnið myrkarn á milli og rúmlega það. Hvernig lagðir þú fyrir? Varstu með einhverja reglur það hvernig þú gast svona, lefðir þér ekki neitt eða varstu bara, settir þú eins og þú segir 50, 30, 20, 50 í leigu og mat, 30 í eitthvað skemmtilegt og 20 í sparnað? Ég get ímyndað mér að það þurfi aðeins meira 20. Já, ég sem sagt, þegar ég fór bara að byrja að vinna 100% eftir menntaskóla, þá setti ég mér markmið hvað ég vildi eiga eftir ákveðin tíma. Og ég reiknaði bara út hvað ég þyrfti að vera að leggja til hliðar á mánuði fyrir þessa upphæð og ég gerði það. Þannig að ég var að setja í kringum 50-80% af laununum mínum í hverjum einasta mánuði til hliðar. Já. Og hef ekki snert það. Það svolítið mikið. Þannig að ég var ekki að lifa með eitthvað rosalega mikið, en ég samt naut mín mjög mikið og það líka bara að læra að
njóta lífsins án þess að eyða fullt af peningum í rauninni. Já. Og sérstaklega á sem aldrei þegar ég bý heima hjá foreldrum mínum eða bjó, þá það í rauninni engar háar upphæðir sem þú þarft að vera að eyða mánuði. Nei, einmitt. Og það er góð tími til að nýta einmitt í þetta. Hvaða ráð myndirðu gefa manneskju sem að klára stúdentspróf akkurat núna í fjármálum? Ef einhver er að hlusta á þetta og hugsa, heyrðu, ég vil komast á þann stað sem hún er. Hvað myndirðu segja viðkomandi að gera? Hvað er það fyrsta sem að viðkomandi ætti að gera og svona þegar sá fikra sig aðeins niður línuna? Hvernig getur maður komist á þann stað að gera þetta? Ég myndi fyrst og fremst segja bara að fara yfir markmiðin, hvað þú vilt vera að gera, í hvað þú ætlar að vera að eyða peningi á næstu árum og gera þér grein fyrir því hvort að þú sért að fara að fá hjálp frá fjölskyldu eða ekki. Og því að þú ert í mínussporum og sért ekki að fara að fá mikla hjálp frá fjölskyldu, þá þarft að gera þér grein fyrir því að þú borgar fyrir það sjálfur. Já. Og bara að setja upp plan. Ég sest niður í lok og byrjun hvers mánaðar og skrifa niður hvað mér langar að vera að spara mikið og hvað mér langar að vera að eyða mikið og í hvað ég sirka að fara að eyða. Ég splitti þessu svona niður og í rauninni bara vissi hvað ég vildi eiga mikið inni og núna ég komin með það og þetta rosa mikið bara upp á aga og bara að fræða þig, bara lífið skóli og þú þarft ekki að fara í háskóla til þess að vita mikið peninga. Allar upplýsingar sem þú þarft á netinu og bara að fræða þig þetta sjálfur því að ég get í rauninni ekki gefið einhver nákvæmar svona leiðbeiningar og þetta svo persónubundið ef þið langar að vera að kaupa þér íbúð eða langar að vera að gera eitthvað ákveðið og peningarnir þínir eru þínir og þú þarft að passa upp á þá. Núna þessu ári sem að byrja, hver eru þín svona markmið í fjármálum akkurat núna? Þar ég rauninni bara að vinna í vor. Já. Og safna meiri pening til að setja í ferðasjóðu minn og fjárfestingasjóðu minn því ég komið með nóg inn á háskólareikningi minn og í rauninni bara bíð eftir því að COVID búið og að fara þá eitthvað út og þá í rauninni ekkert að vera að fara að safna miklum peningi en ég að leita að leiðum það hvernig ég get verið að ferðast og grætt á meðan hvað ég get verið að gera. Ok, ertu búin að finna eitthvað? Það eru alls konar síður á netinu eins og Fiverr, þar sem þú getur verið að skrifa fyrir fólk, teikna fyrir fólk í staðinn fyrir greiðslu. Okay. Og ég mæli með, ég elska TikTok og inni hjá mér eru bara alls konar svona peningaráð og fjárfestingaráð inn á TikTokinu mínu. Ok, hvar finnum við það á TikTok? Ég er ekki að búa til myndbönd. Þú ert ekki búið til myndbönd á TikTok? Ok, hvenær ætlar að byrja á því? Örugglega aldrei, okay. En kannski. Ja. En já, ég er að horfa á myndböndin á TikTok af alls konar og ég finn mjög mikinn kraft inn á öllum svona netsíðanum þar sem að konur er að búa til sín eigin fyrirtæki og segja frá sinni reynslu út af því að maður hefur ekkert heyrt mikið af hvernig konur er að gera þetta. Nei. Því að svona flottustu bossar af stærstu fyrirtækjunum sem að tala peninga er oftast kallar. Akkurat. Þannig að mér finnst mjög gaman að sjá konur tala það hvernig þær búa til sin pening og hvernig þær vinna til dæmis bara í tölvunni eða símanum og ferðast. Því að ég er mjög hrifin af þeim lífstíl. Hverjum ert að fylgjast með? Ég man ekki nöfn. Þú ert bara búin að læka þetta og veist hvað þetta er. Já, þetta poppar alltaf upp hjá mér. Já. En það er alltaf hægt að searcha alls konar entrepreneur og svona stikkorð. Og líka er bara hægt að finna mig og fara í það sem ég er að followa eða eitthvað. Þannig já. Áttu einhverjar svona fyrirmyndir í þessu eða öðru? Það er góð spurning. Svona helsta fyrirmyndi mín er Alexandria Ocasio-Cortez. Elskana og ég myndi segja Bryndís sem er mamma stjúppappa míns hún er algjörmeistari hún er rosa sjálfstæð kona og var einmitt að kaupa sér núna íbúð hérna í miðbænum og hún kann gjörsamlega leika sér að lífinu og hún tekur ekki of mikið marka peningum eða hún svona leikur sér út af því að hún veit hún er örugg og hún er bara algjörmeistari, hún er svona fyrirmyndi mín einmitt núna líka en peningulega séð þá man ég ekki nöfnin á neinum, ég er rosalega léleg í því
og líka bara fínt, ég heyrði einhver tíman í einhverju viðtali að fyrirmyndi mín ég eftir 10 ár. Já. Þannig að ég alltaf að reyna bara að vinna í sjálfri mér. Já. Og mér finnst þetta aldrei flott. Þannig ég ætla að breyta svalinu mínu. Ég eftir 10 ár fyrirmyndi mín. Þetta svona, það gekk hérna á netinu myndband sem heit sko Dear 16-year-old me. Ég veit ekki hvort þú munir eftir því. Þetta svona kannski hvernig það snýr við manni í fjármálum. Varstu strax komin á þessi lest þegar þú varst 16 ára? Alls ekki. Ég fekk fullt af peningi fermingargjöf og fór til Gautaborgar og eitt honum öllum. Já, ég veit. Þannig að ég hefði alveg verið til í að eiga einhvern peningin á bankabók þegar ég útskrifast á menntaskóla, en það var ekkert voðalega raunin, sko. Og mér finnst mjög mikilvægt að grunnskólakrakkar vita hversu mikilvægt það að spara til dæmis ef þú fer mist fermingarpeningin og allt svona út af því að það safnast saman og ég veit margar sem var útskrifast á menntaskóla áttu fyrir útborgun á íbúð. Já. Og ég var alls ekki þar. Nei. Þannig að já, bara sem fyrst og þú getur byrjað að fræða þetta því betra. Og það gengur núna auglýsing sko, eða núna jólin sko, það sem spurt, manstu hvað þú fékkst í jólagjöf í fyrra og allir hugsa bara nei, ég man ekki hvað ég fekk í jólagjöf í fyrra. Manstu hvað þú hefur gert, hvað þú gerði við þá peninga sem þú safnaðir ekki, eða þetta bara horfið? Ég sem sagt keypti til dæmis reisu fyrir apríl og ég fekk ekki að fara í hana. Nei. Og við fengum bara helmingin af henni borgað tilbaka. Já. En það var sem betur fyrir ekkert eitthvað það mikill peningur sem vorum búnar að borga. Ég átti líka flug með til Spánar sem ég fekk ekki tilbaka og það hefur verið sárt. Já, þannig að þú veist, ég hef náð að safna en það hefur líka verið alls konar tap sérstaklega út af COVID. En já, þetta hefur bara verið matur og alls konar svona sem ég sé ekkert eftir út af því ég veit að þú veist, ég vil aldrei sjá eftir peningum því að peningar koma að fara og ég tek meðvitaðar ákvarðanir hvað ég að eyða peningunum mínum í og mér langar að líða vel í fötunum sem ég á í, þú veist, hlutunum sem ég á og hvað ég að nota þá í og ég bara full að trúa því að ég að nota þá rétt í rauninni. Eitthvað sem þú hugsar sko og þetta kannski með jafnaldræðinir þegar þú sérð hvað og ekki bara endilega jafnaldræðinir heldur líka bara þú veist, fólk á öllum aldri hlutir sem þú sérð að fólk að setja peningarna sinni og þú hugsa bara svona nei, ekki gera þetta. Ég myndi segja að taka bílalán eða kaupa flotta bíla. Já. Ég keyri mjög ljótan grænan Subaru Impreza með bláu húddi og ég hef oft fengið spurninguna af hverju kaupir ekki bara nýjan bíl. Já. Og því að ég gæti alveg henda einhverjum 100.000 í nýjan flottan bíl. Já. En ég í fyrsta lagi var mjög lélega að keyra þannig að hann væri ekki jafnfallegur og þegar ég keypti hann og líka það fylgir svo mikið af miklar greiðslur þannig að ég er bara búin að reyna að minnka það eins mikið og ég get og amma mín gaf mér þennan bíl þegar ég fekk bílpróf. Já. Og ég er bara mjög þakklátt fyrir það og ég ætla ekkert að vera að losa mig við hann á næstunni. Nei. Ég verða honum bara þangað til hann deyr. Þannig að versta fjárfestingin sem þú hefur ekki gert er ekki að kaupa bíl. Já, nefnilega. Frábært. Þetta hefur verið ótrúlega áhugavert spjall. Takk kærlega fyrir komuna, Stefanía, í leitina af peningunum. Já, takk fyrir að leyfa mér að koma. Bara virkilega gaman að tala við þig. En ef þú, hlustandi góður, lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda í þáttinn, máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni Leitin að peningunum. Takk fyrir.